meira núna. Verið hjartalega velkomin á United Reykjavík samkomu. Við ætlum að byrja þetta svolítið hresst á laginu Freedom og við ætlum bara að vera svolítið frjálsa meðan við lofum Guð. Þið til í þetta? Spaces, graces, waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces, waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are. Shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yeah.
við dansið bara í kvöld, skal ég segja ykkur. Gaman að sjá Silvíu. Með Silvía, sko, hún, fyrsta samkoman okkar var í Tjarnarbíó. 2011. Þá var Silvía, langan tíma. Svo flúði hún á Grundarfjörð. Hver gerir það bara? Já, en hérna, þakklátt fyrir að hafa hann hér í kvöld. Við ætlum að byrja á því að, og við ætlum að eiga góða stund í kvöld, það ekki? Guð er góði Guð. Hann elskar að fá að grípa inn í lífið þitt. Þegar við vorum að biðja á hann, þá kom svo sterkt í mín að við sjáum hvort annað sem einstaklinga með alls konar þarfir. Öll með hjarta og hold og blóði, að ég vona það. Og með væntingar og vonir fyrir lífið. Og hjá mörgum þá er það bara að bregðast. En Guð er hér til þess að mæta þér í kvöld. Þið fáið að heyra orð, kröftugt orð. Hlusta á lofgjörð og dvelja í lofgjörð sem opna hjarta okkar. Við skulum ekki loka hjarta okkur við því sem Guð ætlar að gera í kvöld. Guð er kraftaverkanu Guð. Og við höfum séð svo mörg kraftaverk. En hún var rís á fætur og að venju, hún var svolítið svona, hirti í mig hún Laufi, og nei, ég segi svona. En þegar við erum að biðja fyrir bænarefnunum sem að koma inn, þá er þetta einstaklingar sem eru á baku þessi bænarefni. Og við megum aldrei gleyma því. Og það er svo gott ef við lokum augunum í bæninu, sem við ætlum að gera núna, setjum fram hendurnar og lyftum þessum hlutum upp til Drottins og látum hann grípa inn í. Sjáum þessa einstaklinga fyrir okkur sem við erum að biðja fyrir. Ég segi fyrir mig, það er svo mikið af fólki sem maður getur lagt fram fyrir Guð, sem maður þarf og þurfa á hjálpina að halda. Og mér langar til þess að við biðjum og tökum undir bænina, og það er öldungur þessari kirkju yndisleg systir sem að veiktist mjög alvarlega í gær og hérna er haldið sofandi núna, og Guð er kraftaverkana Guð og hann grípur inn í líf hennar og hann reisir hann upp og gerir hann nýja. Biðjum fyrir fólki sem eru að þjónusta hjá okkur sem er heima núna, er veikt líka. Það er einstaklingur sem á siftur og er inn á hérna 33 núna út af neyslu, yndislegur drengir eins og við erum öll alkohólistarnir. En þegar þessi eitur patta, þessi insekt, eins og við segjum á sænsku, er komin inn í líkam okkar og tekur stjórnina, það er þá sem allt fer að fara niður á veg. En við eigum Guð sem við getum lyft þessum hlutum til. Eigum ekki að loka bara augunum, hugsum þessa einstaklinga sem að er á ykkar hjarta, og kannski það bara þið sjálf, það sem kvíðin og óttin að koma inn í líf okkar, ykkur hræðsla í líf okkar, fíknin að banka og óvinnurinn að koma til þess að stela, slátra og eyða. Bara Drottinn við bara þökkum fyrir náð þína og miskunn þína, Drottinn, þökkum fyrir að þú elskar okkur svo ótrúlega mikið, að þú sendir son þinn Jesús til að deyja fyrir allar syndir og sjúkdóm og allt það sem við erum að berjast við, Drottinn minn. Faðir, við bara leggjum hann á góku í þínar hendur, Drottinn, yndislega systir, Drottinn, þar sem hún er núna á sjúkrarúminu, Drottinn. Og ég beiði bara, Faðir minn, að þú megi stjórna höndur lækna, Drottinn. Komdu heilagan andi, snertu við henni sem hún er núna, Drottinn. Gefðu henni að finna þennan frið sem hún þarf að finna, Drottinn. Og við biðjum algjört heilbrigði í Jesú nafni. Allar árásir sem hafa verið á líf hennar núna síðustu daga, Drottinn, bara í Jesú nafni, við bara köllum vend yfir líf hennar, blóð þitt Jesús yfir hennar og vend og varðveislu, Drottinn. Við biðjum fyrir Jónas og fjölskyldan og börnuna þeirra, Drottinn. Og Drottinn, umvefðu þessu einstaklinga, Drottinn, í þínum armi, Drottinn. Gefðu þeim að hvíla hjá þér, hvíla í skuggavængja þinna, Drottinn. Komdu með huggun, komdu með von, komdu með trú, Drottinn, kraftaverkin í lífið hennar núna, Drottinn minn, í Jesú nafni. Biðjum fyrir þjónustu aðilum okkar, Lindu og fleiri sem er ekki hér í kvöld, sem að Drottinn er að berjast í okkur veikind, og ég biðji, Faðir minn, að þú megi bara koma fullkomna lækningu í Jesú nafni. Fullkomna lækningu í Jesú nafni. Leggjum alla vini okkar og það sem við erum með á hjarta okkar sem eru hér inni, yndislegan bróðir sem er núna upp á geði til, Drottinn, og fullt af fólki sem að Drottinn, þú þekkir, Drottinn. Við lyftum þeim bara upp til þín og ég biðji, Faðir, að þú megi koma inn í lífið þeirra. Komdu með lausn, komdu með lækning, komdu með frelsi, Drottinn, frá alkoholisma, komdu með frelsi, Drottinn, frá alls konar fík sem er í lífi fólks, Drottinn minn, í Jesú nafni. Og svo biðjum við bara, Drottinn, að þú megi vera með okkur hér í kvöld, Drottinn. Að þú megi fyrir þinn heilaga anda snerta við einu og sér hverju hjarta sem er inni hér í dag, Drottinn. Leyfðu okkur að sjá hjarta fólk springa út, Drottinn, í von og fullvissu hver þú ert, Drottinn, og það sem þú ætlar að gera hér í kvöld. Við blessum yndislegu Laufi, Drottinn,
Smyrðu var hennar tungu drottinn til þess að tala þitt orð samkvæmt þínu vilja drottinn inn í þær kringumstæður sem við þurfum á að halda í dag drottinn minn. Við bara blessum einn og sér hvernig í Jesú nafni. Amen. Finnst ykkur ekki gott að biðja? Það er alveg ótrúlega gott. Og ég kalla alltaf þetta er sko tungumál. Bænin er tungumálið sko. Það er svo gott að ég samskipti við Guð, tala við hann á hverjum degi. Og ég segi ykkur oft, að það er bara svo mikið að við skiljum það, að þetta fjallar ekki að fara inn á hnén, spenna greipar og loka augunum og biðja. Og það er mjög fallegt og gott og yndislegt. En þetta er miklu, miklu meira. Guð þekkir hugrenningar hjartans. Allt sem hjarta er að frammiða og situr höfuð er bæn til drottins. Ég þrá að sjá þennan, ég þrá að sjá þennan koma til trúar. Ég þrá að hitta þennan. Guð, hvað mér langar að gera þennan hlut. Og svo kemur Guð að svara bænunum. Þetta er allt okkar líf, allir 24/7 getur verið bæn til drottins ef hjarta okkar og hugur á réttum stað og fókusir á hann. Amen. Við skulum líka taka samskott. Það er yndislegt að gefa. Gott að gefa í Guðs ríkið. Og við erum svo þakklátt og við höfum verið á alla þennan tíð síðan 2011 að þá höfum við gripið inn í og hjálpað alveg ótrúlegum fjölda af fólki. Og ég gleymi aldrei, það er eitt skipti sem við tókum samskotin hér. Hér er kannski hópurinn sem að kannski tilir ekki mikið kirkjunum og kannski ekkert svo mikið fjárhagslegt bolmagn. En það voru tekin samskot fyrir vatnsbrunni í Burkina Faso, í öllum kirkjum á Íslandi. Og stærsta gjöfin, hún kom héðan. Svo fengum við að sjá myndbandaði fólki sem þurfti að labba í marga kílómetra og aðalega konur með eitthvað föt með vatni á höfðinu og svo allt í einu þá var búið að bora fyrir ykkar fé niður í jörðina og kominn brunnur og þurfti ekki að labba lengur. Og þetta sýnir okkur hvað þetta litla sem við erum með, alveg eins og þegar að Jesús mettaði 5.000. Þessu þetta er ekkert hægt, það er bara nokkri fiskar og brauð bara, það er bara ekki neitt hérna. Og þá sagði drottinn komið með það og svo margfaldaði það, 5.000 manns pluss konur og börn og svo voru afgangurinn af brauðunum sett í körfu og svo mikið umfram. Og það er þetta litla sem við setjum út, það magnar Guð upp og gerir stærra og meira. Og það er nákvæmlega með bænin okkar, elsku vinir, og með fjárminn okkar. Þannig að pósin hérna aftast, látum fötunda ganga, Guð bless ykkur, þetta séu vinir, við höldum áfram að lofa Guð. Ok, fyrir ekki, ég er smá að fara út fyrir prógramið, strákar. Við ætlum að gera G, D með fís í bassa, E-mól C. Við erum að fara í eitthvað allt annað lag, sorry glærumaður. Halleluja. There's only one word that comes to mind. Áfram. Only one word comes to mind. Only one word comes to mind. Only one word comes to mind. Holy. Holy, holy, Lord God Almighty. Er allir á sama stað? Holy, holy, Lord God Almighty. Algjörlega að taka utan hvert einasta hjarta að því ég trúi því að Guð ætlar að mæta þér í öllu því sem þú ert að fara í gegnum. Ég trúi því að sama hversu mikið myrkur þú ert að upplifa, það ætlar Guð að vera með þér í því öllu. Hann ætlar að fá að lýsa upp myrkur fyrir þér. Leið og þú hleypur honum inn og segir, ok Guð, ég er tilbúinn. Lýstu upp myrkur fyrir mér. Ég er búinn að fá nóg núna, ég vil gera þetta með þér. Halleluja. Takk Jesús. Hallelujah, yes. There's only one word comes to mind. There's only one
Þegar að þú ert að gangi gegnum dimma dalinn, þá hann með þér. Þegar að óvinirnir eru að banka á hurðina hjá þér, þá hann með þér. Þannig við ætlum bara ekkert að opna hurðina fyrir óvinnunum endilega. Ekki nema við ætlum að blessa þá getum við gert það. Ég sá vídeo á internetinu þar sem að maður var að lofa Guð og biðja inn í lest eða strætó, þetta var eitthvað svoleiðis. Og það var einn gaur þarna alveg brjálaður. Bara hættu, ég trúi ekki á Guð. Og hann sagði, þetta allt í lagi, Guð, hann elskar þig, alveg sama hvernig þú ert. Alveg sama hvort þú elskar hann eða ekki. Það er bara nákvæmlega þannig. Ef að þú ert eitthvað efins, hver kom efins hérna inn í kvöld? Einhver kom efins hérna inn í kvöld. Guð ætlar að mæta þér, alveg sama hvað þú ert að fara í gegnum. Hann vill sýna þér hversu stór og góður Guð hann er. Hann vill fá að halda utan og leiða þig í gegnum þetta myrkur sem þú ert að fara í gegnum. Af því að alveg sama hversu dimmur dalurinn er, hann er með þér. Alltaf, fyrir einustu stund. Eina sem þú ert að gera er að segja, Jesús, ég er tilbúin. Þannig ef þú ert tilbúin, syngjum við Holy. Af því að Holy, hann er heilagur, hann er almáttugur Guð. Hann er almáttugur. Hann er sá sem skapaði stjörnurnar. Hann er sá sem skapaði sjóinn, hann skapaði þig í sinni mynd. Og hann vil bara fá að elska þig og vera með þér. Svo hleypum honum inn, sýnum honum hversu mikið við þráum að lofa hann. Halleluja, takk Jesús. Takk Jesús. Lord God Almighty, holy, holy, holy. Lord God Almighty, holy, holy. Lord God Almighty, holy, yes, holy, holy. Lord God Almighty, Lord God Almighty, there is no one like you. You are holy, holy. There is no one like you. You are holy, holy. Því það er enginn eins og hann. Takk Jesús. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Ég geri þetta stundum. Það er einhverjum inn í kvöld sem að Guð heldur að Guð elski sig ekki. Af því hann er eitthvað öðru í sinna þegar hinir. Það er eitthvað aðeins meira að. Ég stend hér að því að meira myrkur hér, sorry Maggi. Þá sé ég fólki nefnilega. Guð elskar þig. Hver sem þarf að heyra það, þá er það þannig. Guð elskar þig. Alveg sama hvað. Hann elskar að þið litlu tóna og þína mestu synd, hver sjón sem hún er. Hann þótt hann elski þig ekki syndina hérna, þá elskar hann þig, þó að þú hafi gert eitthvað að þér. Af því hann er góður Guð. Takk Jesús. Halleluja. Þá skulum við fara inn í prógramið aftur strákar. Halleluja. Takk Jesús. Því að Guð er góður Guð. Og það eina sem við þráum er að lofa hann. Takk Jesús.
your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I love you as a father. I've known you as a friend, and I will sing in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Tack Jesus, halleluja. Halleluja, tack Jesus. Tack. Halleluja. Tack Jesus. In the glory of your presence,
So if you want it, then come and get it. For crying out loud. Så þú vilt fá nærveru hans inn í líf þitt, skaltu fara og sækja hana. Þú voru að sækja hana, þú voru að biðja Guð að gefa þér hana. So if you want it, then come and get it. For crying out loud. This love that He has given to you was never end down. So if you want it, so if you want it, then come and get it. For crying out loud. This love that He has given to you was never end down. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go, let go, let go, let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Feel it now, feel it now, feel it now, feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Finndu kærleika hans umvefja þig. Af því hann efast aldrei hvort hann ætti að elska þig eða ekki, sko. Þótt að við höfum til að efast hann aldrei. Aldrei. Af því að þú ert litla barnið hans. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Oh. He can love you more in a moment than all the lovers could in a lifetime. He can love you more in a moment than all the lovers could in a lifetime. Á einu augnabliki elskar hann þig meira en nokkur annar getur gert. Einu augnabliki, eitt á pingu lítilli stund, á einu sekúndubroti getur hann elskað þig meira heldur en nokkur annar. Meira heldur en mamma þín hefur nokkur tímann elskað þig. Eins mikið og ég elska dóttir mína hérna, þá veit ég að Guð elskar okkur meira heldur en ég get nokkur tímann elskað hann. Og þessu mikið forréttindi mitt að fá að vera hérna og lofa Guð með henni. Þetta er svo gott og þetta er svo gaman og ég er svo stolt af henni. Ég er svo ótrúlega stolt af henni að standa hérna uppi og bara lofa Guð. Og ég get rétt svo ímynda mig hversu góður Guð er og hann bara elskar mig meira heldur en ég er að elska hana núna og mér finnst það magnað. Og hann elskar þig. Af því hann er góður Guð. Hann er miklu betri heldur en mamma getur nokkuð tíma verið eða pabbi. Sorry. Það er bara þannig. Af því að hann á endalausa þolinmæði. Endalaus ást. Takk Jesus. Halleluja. Við erum svo heppin að eiga svona góðan Guð og
og eiga þetta samfélag sem við erum með núna. Mikið er ég öfundsjúk út í ykkur, má ég það eða? Óli, má ég vera öfundsjúk núna bara, þú veist, að ég skuli ekki eiga svona samfélag í Grundarfirði sem við erum bara að lofa við. Ég er alveg að fara að keyra aftur einu sinni í viku. Takk, halleluja, Jesús. Alveg sama hversu myrkrið er mikið, krakkar. Þá elskar hann þig alltaf. Og er alltaf tilbúin að lýsa upp myrkrið fyrir þér. Halleluja, takk, Jesús. Halleluja, takk, Jesús. Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Arnar vil tala við mig. Sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa við. Heiðri þig, veröldin öll eigi sig. Sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, koma, því lofa við. Losa í sannleika, ég tilbið þig. Drottinn dýrar tekur hjá, ég vil vera nær þér. Vil vera nær þér. Drottinn dýrar tekur hjá, vil vera nær þér. Syng þér lög, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lög, halleluja, kom þú drottinn minn. Fögnum saman. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn.
Takk fyrir. Takk Jesus. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja. Takk Drottinn. Takk Drottinn, þú ert heilagur. Faðir á himnum. Faðir minn á himnum. Ég þakka þér Drottinn. Þakka þér fyrir Jesus. Þín vegna þá getum við komið fram fyrir Faðir okkar á himnum sem heilagur. Vegna þess að þú gerðir Jesú á krossinum, þá getum við komið fram fyrir hásæti. Og ég þakka þér Drottinn. Þá getum við lagt líf okkar, vin okkar, ástvini og þessa stund í þínar hendur. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk Jesus. Takk. Takk Silvía. Og takk. Allihopa. Allihopa. Amen. Takk Jesus. Í kvöld, ég heiti Laufey. Mikið forréttindi að vera með ykkur í kvöld. Spennandi að vera með Guði. Og ég ætla að tala bæn. Mikilvægt. Það hljómar og það ekkóar í andanum bæn. Þannig ég held að þessi staður og stund að tala bæn. Tala bænina, minna okkur á bænina, gefa okkur kannski nokkra pointers bænina, rifja hana upp. Því að bænin mjög mikilvæg, alveg svo Óli talaði hérna áðan. Sumir talar andadráttinn okkar sem erum trúið. En það skiptir máli að við höfum aðgang að bæninni og það hluti af okkar lífi sem kristinn einstaklingur að eiga bænalíf, eiga bænina. Og bænin persónuleg og hún ekki bara fyrir þig samt. Hún hefur nefnilega áhrif á alla í kringu þig og hún hefur áhrif á þig. Því ég var tiltölulega nýfrelsuð þá maður upplifði bænasvör og á svo stórkostlegan hátt þegar maður steig inn í þetta líf með Guði, þegar maður komst inn fyrir, þegar maður búinn að taka á móti Jesú og maður hafði aðgang að þessu bænalífi. Og eitt af mínum fyrstu svona stóru upplifun sem að ég grét yfir, það var, ég var kona með fortíð og eitt af því sem að ég upplifði og var alveg eina af ástæðunum, ég bjó út á landi og þegar ég flytting á suður þá var ég í svakalegri ástarsorg. Ég var með gríðarlega höfnun og ein af áætlunum mínum eftir að maður lendir ekki í því en allavega sambýlismaðurinn með hann fór með vinkonu minni og þið vitið, þið sem þekki þetta, það getur verið rosalega sárt. Nema ég ætlaði sko suður og ég var nefnilega þá í nokkur ár og átti ég mótorhjól og var í Sníklunum og ógeðslega töffari og þau voru líka í Sníklunum. Nema það, planið mitt var þetta. Ég ætlaði að flytja suður, ég ætlaði að kaupa mér geggjahjól, ég ætlaði að vera ræktin á hverjum degi, ég ætlaði að koma aftur norður í geggjuðu hjóli, ég ætlaði að sérsauma á mig galla og ég ætlaði að mæta bara í slow motion hérna. Þeir tækja mig hjálminn, sjáu þetta ekki fyrir ykkur, þeir tækja mig hjálminn og það var ætlunin mín. Ég flutti suður í byrjun desember, ég fór á samkomu við veginum og það gjörsamlega rústaði plönunum mínum. Vegna þess að ég uppgötaði lífið með Guði og ég eignaðist bara, þið vitið, þið sem að upplifa það, veist það. Það tekur móti Jesú og opnast hurð og maður bara, var þetta hérna alltaf í boði? Where have you been all my life, Jesus? Það var eiginlega þessi upplifun og allt í einu eins og Silvía var að syngja það. Á augnabliki, á sekundubroti,
mun Jesú elska þig meira heldur en nokkur elskhugi mun nokkur tíman elska þig. Og þetta upplýði ég. Nema svo leiði veturinn og ég fer norður og í heimsókn, ekki á móthjóli. Frelsuð, búin að kynnast Jesú. Og ég fer að hitti, það liggur ég segi slökk á upptöku en allt í lagi. Og hitti mákonu mína fyrirrandi og hún segir mér eitt og annað og ég finn alltaf bara svona kærleika. Nema eitt af því sem ég var búin að skipuleggja náttúrulega með mínum fyrirrandi var það að við ætlum eignast börn og ég var búin að hugsa nöfnin og allt. Nema haldi ég ekki hitt þau hamingjusamleg. Og þá uppgötaði ég fyrst að Guð hafi tekið úr mér hjarta úr steini og sett hjarta á holdi. Ég nefnilega stoppaði og bað fyrir þeim. Þannig þegar ég hitti þau, þá upplýði ég svo miklan kærleika. Mér langaði að taka utan um þau og bara biðja fyrir þau og blessa barnið sem var á leiðinni í þeirra sambandi. Vegna þess að það bara búblaði inn í mér. Bara, mér langaði að blessa þau, ég fann kærleika til þeirra og ég fór inn í bíl aftur og ég fór bara að gráta. Ekki, þú veist, og það var ekki afbrýsaði mig eða, þetta hefði átt að vera ég eða eitthvað svoleiðis, heldur bara kærleiki til þeirra. Og hvað ég bara bað fyrir barninu þeirra. Og þetta var svona gjörbreytt aðstæða fyrir mér að ég var alveg bara, vá, Guð virkilega tók úr mér steinhjarta sem var afbrýðisemi, reiði, ég ætla að fá, ég vil þetta, ég ætla að upplifa þetta, ég ætla að eignast þetta og ég skal sko hefna mín og þessi brást mér og hefndin, viti. Og þetta var svo svakaleg umbreyting að ég var bara, vá. Og ég grét yfir þessu, hvað Guð var góður, að lækna mig og gefa mér svona frið og bara fyrir náungakærleikanum. Þannig þetta vildi ég segja ykkur frá. Og þetta var út frá bæn, ég bað fyrir þeim. Og það ekki skulum ekki taka það létt. Þegar við eigum að biðja fyrir, vissulega sagt fyrir óvinum okkar, en við eigum að biðja fyrir þá sem særa okkur. Og það er á mörgum stöðum í Biblíuna sem talað líka, þú veist, ef einhver tekur af ykkur, þú veist, jakkan eða klæðið þín og gefðu honum þá, þú veist, ef hann tekur af skikkjuna, gefðu honum þá aðra, ef einhver biður að fara 1 mílu, farðu þá aðra mílu, ef einhver slærði, þú veist, það er svona, en ef maður tekur úr þessu og á mörgum stöðum, þá er þetta við að biðja fyrir þeim. Biðja fyrir þá sem að tala illa um þig, biðja fyrir þeim sem að bregðast þér eða skulda þér eða biðja fyrir þeim. Pröfa þetta, þetta er geggjað. En bæn er alls konar. Það er tilbeiðsla. Það er í Gamla testamentinu, þá er fullt af stöðum líka, veist, þótt að Jesús kom ekki á svæðið, en áður en Jesús kom, þar sem allt er talað í Gamla testamentinu, og þá er verið að tala alls konar bænir. Og þegar Davíð gerði nú aldeilis vesen í kvennamálum, þá var hann með iðrunarbæn, bað Guð bara. Og það er líka að biðja Guð eitthvað. Það var hún Hanna sem gat ekki eignast börn. Og hún grét og hún bað. Hún vildi fá eignast barn og hún eignaðist barn. Samúel, hann baði leiðsögn. Ester, hún baði náð og leiðsögn í þeim kringumstæðum. Þannig í Gamla testamentinu fullt af bænarefnum, bænarsvörum. Og svo kemur að þessum tíma í Nýja testamentinu þegar Jesús er á meðal vor, eða ekki vor núna, þegar Jesús var uppi og lærisveinarnir voru með honum. Og þegar Jesús, vegna þess að þeir sem vorum upp á þeim tíma, eins og fræðimennirnir og prestarnir og allir sérfræðingarnir, þá vissu þeir ekkert hver Jesús var. En þeir samt voru alveg bara, vá, ég hef aldrei heyrt neitt tala eins og hann Jesú frá Nasaret. Ég hef aldrei heyrt neitt tala eins og Jesú. Þannig þeir voru alveg bara, býtu, hvernig getur þessi maður tala svona og beðið svona, vá. Út í að þeir vissu ekki hver hann var. Út að við vitum það. Og þegar við lesum, þá er bara, ok, hvernig gáðu þið ekki vita þetta? En
þeir vissu það ekki. Þannig það talaði það í Biblíunni að menn voru bara, wow, impressed, hvernig hann talaði. Þannig lærisveinarnir, þeir sögðu við Jesú, kennt okkur að biðja. Jesús, þú verður að kenna okkur að biðja. Vegna þess að þeir sáu þegar Jesús gekk og var að biðja. Og Jesús bað á marga vegu. Hann bað einn. Hann fór og tók frá tíma með föðurnum. Fór bara einn og bað og talaði við föður sinn. Og ég hef alveg verið til að heyra það samtal. Ekki fleiri sem hefðu viljað heyra það samtal. Hvernig er alltaf Jesú talaði pappa sinn? Og hann líka bað með lærisveinunum sínum í hóp og líka fyrir framan fjölmenni. Hann bað fyrir fólki sem var í alls konar ástandi, í líkamlegu og andlegu ástandi, bað fyrir lækningu, beint fyrir fram að þeim, lagði hendur á það eða bara bað fyrir þeim. Hann bað líka fyrir fólki sem var ekki á staðnum, alveg eins og við gerum þegar við erum að biðja. Fólk hringir inn eða sendir og biður okkur að biðja. Og fólki ekki á staðnum, við biðjum og treystum því að bænin virki. Og hún gerir það. Þannig þeir báðu Jesú að kenna sér að biðja og ég tek alltaf með mér lifandi orð. María, þú sleppur núna vegna þess að ég fekk svona græju. Ég hef alltaf fengið Maríu. Maríu er alltaf komið og haldið annarkvort á mikrofónu eða biblíunni fyrir mig. Þannig að hún sagði upp störfum sem sagt. Þannig ég verði að hafa svona græju. En bíddu bara, ég segi þetta alltaf. Maríu eftir að gefa okkur vitnisburði. En í Mattheus 5, þegar þeir segja við Jesú, hver er betri, en meistarinn sjálfur að kenna okkur að biðja? Hvern viltu láta kenna þér eitthvað sem að þér langar að læra? Ef þið langar að elda, allar að tala við, ég myndi kannski tala bara við Óla, því hann er frábær kokkur. Maður biður eitthvað sem er góður í því. En pældi ég að biðja Jesú að kenna sér að biðja, það náttúrulega verður ekki betra. Þannig þeir biðja náttúrulega Jesú að kenna sér. Þetta er náttúrulega örsmátt létur hérna. Verið ekki eins og hræsnararnir, þetta er Jesú sem er að tala. Verið ekki eins og hræsnararnir þegar þið biðjið. Þeir biðja á áberandi hátt á götuhornum og í samkunduhúsum, þar sem allir sjá það. Ég segi ykkur satt, allt og sumt sem þeir fá fyrir þetta er athygli annarra. Vertu í einrúmi þegar þú biður, lokaðu dyrunum og bið til föður þíns, þannig að enginn viti. Faðir þinn sem þekkir leyndar hugsanir þínar, mun bænheyra þig. Já. Þyljið ekki bænir ykkar í belg og biðu eins og heiðingjarnir. Þeir halda að bænin verði heyrð ef hún er nógu löng og fagurlega orðuð. Minnist þess að faðir ykkar veit nákvæmlega hvað þið þarfnist, jafnvel án þið biðja. Og ég minna á því sem er að missa ykkur, guðfræðingarnir, ég er að nota lifandi orð, að eitt af því sem er náttúrulega athyglisvert, að hann segir ekki ef þú biður, heldur segir hann þegar þú biður. Þannig hann bara reikna með því að þú og hann líka reikna með því og þú þekkir föðurinn. Hann reikna með því að lærisveinarnir, þeir viti að þeir eru að biðja til föðursins. Út af því að hann er búinn að vera að biðja til föðursins og hann er fyrirmyndin. Hann er fyrirmynd þeirra lærisveina og hann segir við þá, ég reikna með því að þið biðjið til föðursins. Ég reikna með því að þið biðjið. Þannig að hann gerur svona, hann er ekki að segja hvort þið viljið biðja eitthvað þegar þið biðjið. Þannig það er þegar þið biðjist. Og mér finnst það dálítið gott. Og maður á ekki að hafa það í huga, finnst mér, að þegar þú ert að biðja, að þú viti við hvernig þú ert að tala. Hann er heilagur, hann er faðir þinn, hann er skapari heims og jarðar, alveg svo Silvíu var að tala, hann er sá sem skapar stjörnurnar. Hversu stórkostlegt er að biðja, að hafa aðgang á honum. Og svona samtal, þetta er ekki, að biðja er ekki til að ég líti vel út eða svo að sé flott eða skapi stemningu. Þetta er samtal. Þú ert að biðja, þú ert að tala. Þetta við erum að tala við Guð
í Jesú nafni. Og í þessu að biðja að þú sért heiðarleg, þú sért ekki hræsnari, vertu heiðarleg þú biður. Taktu frá tíma, vertu einlæg í bæninni. Og mér fannst það gott það sem að sagði þarna í belg og biðu, ertu ekki að bulli eitthvað bara? Belg og biða. Ég alveg þar eins og við öll. Auðvitað ég með mína, hvað maður segja, ég með mína svona hefðir. Það veist, ég bið faðirvorið flesta daga. Að einhverjum tíma, annarkvæmt á mótni á leiðinni einhvers staðar að keyra og þá bið ég faðirvorið. Ég bið líka svona, það ákveðnar bænir sem ég bið fyrir fjölskyldunum minni, þegar ég að fara í vinnuna, þá bið ég fyrir fólkinu í vinnuna og verkefnunum mínum, þegar ég á leiðinni hingað og bið ég fyrir okkur hérna í United, ég bið fyrir samkominu og lofgjörunum, ég bið fyrir manna á hljóðinu og að allt gangi upp, ég bið fyrir að þið komið og ég bið þess að náttúrulega heilagi andi tali til ykkar. Og svo þegar kemur eitthvað upp á, við fáum símtali eða fréttum af einhverju veikur og þá biður maður fyrir því og maður tekur svona við bænirefnum. Þannig auðvitað sumt rútína hjá okkur. Og Jesús ekkert að segja heldur þótt hann talar hræsnarna, hann að tala náttúrulega til fólksins á sínum tíma líka fyrir það sem að stóðu á torgunum og voru að gera sér stóra. En Jesús gerði það sjálfur og hann okkar fyrirmynd. Hann bað í fjöldanum líka og við gerum það líka. En við erum einlæg og við erum sönn í bæninni og við erum fullviss það að faðirinn okkar, við værum heldur ekkert að biðja til föðursins nema út af Jesú. Hann gaf okkur, hann gaf okkur þessa leið, þennan lykil eða þetta aðgangsorð. Ég með í vinnunni svona hann hangir alltaf þess vegna ger ég alltaf svona. Ef ég alltaf opningstar hurð þá þarf ég alltaf að taka aðgangslykilinn. Aðgangslykilinn af föðurnum Jesú. Þannig ég þarf að taka upp hann. Þannig að, og svo líka þetta, hann segir sem að hann veit, áður en að ég bið, þá veit hann hverja mína kringumstæður eru. Hann veit hvað í gangi í mínu lífi. Hann veit hvað í gangi í þínu lífi. Og stundum hef ég liðið einhver tími í mínu lífi. Það sem ég hef verið nánast í þögul. Eða bæni mín hefur verið bara andvarp. Það sem að kringumstæður í mínu lífi hafa verið sem trúið manneskja. Búin að vera trúið í mörg ár og ég hef átt svona tímabila sem hafa verið svo erfitt að Guð hefur bara tekið á móti andvörpum mínum í Jesú nafni. En hann veit hvað ég að biðja Hann veit hvað í gangi í lífi mínu. Hann veit það og hann heyrir líka þessa bæn. En hann segir líka við okkur og í Matteus 7. kafla þá tekur hann þetta með, verið ekki eins og hræsnararnir, takið frá tíma, verið í einrúmi, eigið samtali þar og verið nákvæm í bæninni, ekki verið að segja bara eitthvað, verið nákvæm, segðu mig hvað þú ert að gangi í gegnum, segðu mig fyrir hverju þú ert að biðja. Þannig að hann veit þetta og svo segir hann, en svona skulið biðja og svo kemur hann með faðirvorið, þarna í Matteus og svo talar hann faðirvorið. Ég ætla ekki að fara inn í það núna. En það sko alveg bara þess virði að taka heila helgi í það. Þannig ég svo sem ekkert alveg stressuð yfir því þegar ég að biðja alveg bara, glemdi ég að biðja fyrir, þegar ég á leiðningu upp því, glemdi ég að biðja fyrir manna á hljóðinu, ég er stressuð, hann veit að mann á hljóðinu, auðvitað, Hann veit það á undan mér, sko. Og hann veit líka hvar María þótt að einhver annar bíl sjá hann ekki, þá veit Guð hvar hún að keyra, þannig að þótt aðri bílstjórar vita það ekki. En til að eiga þetta bænalíf þá það sem skiptir að aðalmáli. Ok, nú ætla ég að fara aðeins nær ykkur.
til þess að geta átt þetta, og núna vitum við mörg kraftaverk í þessum sal, og við vorum að tala kraftaverk sem við munum eftir hefur gerst á meðalvor, eða bænarefni sem við fengið United í gegnum árin, þar sem við séð kraftaverk gerast. Og mörg okkar eigum vitnisburð kraftaverk sem dásamlegt, og eiga aðgang að föðurnum að geta komið til hans í hvaða kringumstæðum sem Og ég hef svo oft sagt það, ég skil ekki hvernig fólk þorir að eiga börn á hans eiga trú og aðgang að föðurnum á himninum til að geta beðið fyrir börnunum okkar og barnabörnunum og hvað það skiptir miklu og vinum okkar og líka bara að eigin kaos. En númer 1, 2 og 3 og 100, mikilvægasta bænin alltaf þessi bæn sem gefið þér aðgangsorðið. Og það bænin sem hún biður þegar hún kemur í trú frammi, og þessi bæn: Jesús, ég trúa þig, komdu inn í hjarta mitt, komdu inn í líf mitt, fyrirgefðu mig Drottinn, ég hef syndgað, fyrirgefðu mig syndi mínar, ég vil gera þig að leiðtoga lífs míns. Þar sem hún játar með munninum og trúir í hjartaðinu að Jesús sonur Guðs. Og þú tekur ákvörðun það að hleypa honum inn í hjartaðitt og gera honum að leiðtoga lífs þíns, að eiga samfélag við hann. Og þá kemur svona aðgangsorð, gjörðu svo vel. Nú getur þú bara að fara og beðið til föðursins hvenær sem á sólarhringsins. Og það fylgir ekki svona, já ok, en þú mátt ekki misnota þetta, sko. Heldur bara, go crazy. Biddu fyrir fólkinu sem brugðist þér, biddu fyrir fólkinu sem skulda þér, biddu fyrir fólkinu sem stal frá þér, biddu fyrir þeim sem veitti þér líkamlega örorku, biddu fyrir þeim. Vegna þess að það kannski breytir þeim ekki, en það þú sem munt skipta út bókinni, henda út reiði, hatur og taka inn kærleikann. Þannig að það ef þú ert ekki búin að því og átt eftir þessa bæn, þá vil ég hvetja þig til að gera það í kvöld og taka á móti aðgangskortinu að föðurnum til að biðja. Og að sjá hvort það var eitthvað sem ég ætlaði að segja að viti. Já, það þetta. Frelsisbænin. Og svo apóstolarnir. Ég var að segja ykkur frá fólki í Biblíunni fullt af bænasvörum, og svo náttúrulega apóstolarnir sem voru að biðja út allan bæ. Og þeir upplifðu þvílíku kraftaverkin, hvort sem að fólk var á staðnum eða ekki. Þannig að Biblían uppfull af leiðbeiningum, en auðvitað voða gott að bara fá leiðbeiningarna beint frá Jesú. Og þær í fyrstu 4 köflum Nýja testamentisins sem við köllum Guðspjöllin, því að þar sjáum við líf Jesú. Þannig endilega stúdera það. En þegar ég frelsaðist, áður en ég frelsaðist og var í mikilli geðveiki í hausnum á mér, bjó ein í íbúðinni minni og var svo reið, og ég hef sagt ykkur frá því, ég var brjáluð, mér fannst höfnunin svo sár. Þá hélt ég, eitt kvöldi á lá ég og ég hugsaði með mér, og þeir sem hafa heyrt þetta á þér, þeir bara heyrið þetta aftur. En ég lá inn í rúmi, búin að snúa mér og ég var svo reið og mér leið svo illa og mér langaði svo bara meiða mig eða einhvern annan, og það allt í einu kom svona lítið hvísl: farðu með faðirvorið. Og þá hafði ég ekki sagt faðirvorið, þarna var ég 24 og ég hafði ekki farið með faðirvorið frá því ég var krakki og ég var búin að steingleyma því. Þannig ég hugsaði með býtu, já, ég starf Biblíu, og ég fer fram í stofu og leitaði í bókahillunni og fann þetta. Þetta náttúrulega ekki Biblía. Þetta sem sagt það sem maður fær þegar maður fermist. Nafnið mitt, Laufey Birgisdóttir, 3. apríl 1980. Þið voru ekki einu sinni góð hugmynd. Það er svo gamalt. En þetta var fermingardagurinn minn og þá fekk maður svona sálmabók. Og ég held semst að þetta væri Biblía. Þannig ég fór og
og bara nú, þetta er ekki biblía. Þannig ég fletti bara hérna aftast og þá fann ég hérna bænabók, ok, faðir voru hlýtur að vera hérna. Þannig ég var þarna eitt kvöldið, þriðjudagskvöld, í litlu íbúðinni minni á Akureyri og ég var alveg bara, ok, þriðjudagur, stutta bænir, ok, þriðjudagur, borðbæn, sjóbæn, akstursbæn og eitthvað. Og svo fann ég hérna, þriðjudagur, það er þriðjudagskvöld, ég get svo sem lesið það. Guð himneski faðir, þakka fyrir að þú hefur leitt mig og stutt mig á þessum degi, óhelt og heilgæti gengið að starfi, þetta er þín náða gjöf, vernd þín hefur verið með trú, lof og þökk sé þér. Ok, þú þekkir allt sem miður fór frá mér og þú veist að ég hef ekki hreinar hvatir og ég stoppaði bara, bíddu nú við. Ég mun almáttur og þannig bara talað að hann elskar mig og fyrirgefur mig. Og svo stendur hérna, hvað er það? Ég átti að merkja undir þetta náttúrulega. Það var allana að ég sá það, að fólk hefur brugðist mér, að ég átti að fyrirgefa þeim. En ég gerði það. Hálfári seinna, þá datt ég inn á samkomu. Og þá eignaðist ég þennan aðgangslykil. Og síðan eru liðin mörg ár. Og ég er enn að læra. Enn að vaksa. En það verði alltaf bara betra og betra. Og það skiptir máli, og ég tala nú ekki þið sem eigið ástvini, foreldra, börn, vini, óvini. Allir eiga 1 eða 2 fávita í lífi sínu. Mjög gott að biðja fyrir þeim. Trúið mér. En Guð gefur okkur náð til að vaksa allt sitt líf og það eru tækifæri. Þannig að nú ætla ég að gefa ykkur tækifæri. Ef þið eru ekki búin að biðja þessari mikilvægustu bæn. Og ég man í fyrsta skipti sem ég fór upp á hálendi með manninu mínum. Og það var ein með mér og hún sagði, ég fór bara hringveginn þegar ég var í Sníklónum og fór ekki upp á hálendið. Og maður minn og við erum að fara í fjallaferð og ég hitti eina konu og hún sagði við mig, hefur ekki farið, þú veist, man ekki bása eða eitthvað og ég bara, nei, ég hef aldrei komið upp á hálendið. Og hún bara, ég öfundaði svo. Og ég akkurri, að þú ættir að upplifa þetta allt í fyrsta sinn. Og það er pínlítið svoleiðis núna. Ég öfundi ykkur pínlítið að vera að upplifa allar þessar kærleikstundir og þessi aha moment. Ég er náttúrulega ennþá að upplifa það. En þegar maður er að skoða eitthvað eða lesa eitthvað og maður bara, wow, og svo maður einn heima og alveg bara, veistu hvað stendur í biblíunni? Ég var einmitt að hugsa þetta og svo bara las ég þetta. Og maður er svona bara, wow. Þetta er eins og þegar maður var að labba ykkur staðar og maður, því ég var svo hrifin að handbolta. Og ég hitti Ólaf Stef í fyrsta skiptið. Og ég var alveg bara, og svo horfði ég bara upp alveg. Ég vissi náttúrulega ekki að hann var svona stór. Ég er örugglega búin að stoppa beina útsendingu. En ég hitti Ólaf Stef og ég var nefnilega að leika. Þú veist, ég var í búning, ég ætla ekki að segja ykkur hvað búningur var. Nema hvað ég horfi, augun Ólaf Stef og hann brosti til mín og ég leit upp út í hann var svo stór. Og svo var ég alveg, ég heiti Ólaf Stef. Eitthvað blá ákunnett fólk. Hæ, ég heiti Ólaf Stef. Og mér varst það var enginn sem ég þekkti og sem ég gæti sagt frá. En mér hlakkar svo til þegar þið fáið að upplifa, og ég öfundi ykkur pínlítið að upplifa þetta núna þegar þið takið skrefið og segið, Jesús komdu inn í hjarta mitt. Vertu leiðtogi lífs míns. Og ég tek á móti aðgangskortinu til föðurins. Og nú get ég bara sagt, í Jesú nafni, þá bið ég þig, Faðir minn, að hugsa mömmu og láta henni líða vel. Ég elska hana og ég bið þig að umvefja hana í Jesú nafni. Og svo bara, þannig veit ég að Guð Faðir minn, hann er bara núna inn á Hrafnust í Hafnarfirði og hann er að knúsa mömmu mína. Og ég þarf ekki að vera þar vegna þess að ég veit að Faðir minn á himnum, hann er að knúsa mömmuna mína. Og þvílík forréttindi. Og ég man þegar Inga María, ég skal alveg að fara að hætta,
Man þegar dóttir mín var 5 ára og þetta með Jesú í hjarta sínu. Þá satt ég og var að ná í hann í leikskóla og ég var búin að ná í strákinn minn og ég náði í Ingu í leikskólan og hún satt, ég var búin að setja hann í stólinn og strákurinn satt þarna og ég var tilbúin að fara að keyra heim og ég var að brasa eitthvað, svo allt í einu heyri ég að strákurinn segi við systur sína: Hvað ætti að gera? Ég að biðja. Þú átti ekki að gera þetta svona. Og ég kíki aftur í og ég fer að horfa á þau og þá hún svona. Og bróðurinn segi: Þú átti ekki að biðja svona, þú átti að halda svona og loka augunum. Í Jesú nafni. Og hún bara: Nei, Jesú er inn í mér og hann heyrir svona. Og ég bara: Ha? Jesús er inn í hjartanum mínu og ef ég ætla að tala við hann þá verð ég að halda fyrir munnum. Og ég hugsaði með mig: Á munnum barna og brjóstmjólkinga verður byggt víg. Hvílík opinberun. Hilma, pældi því, hún þarna, litla raskat, var að reyna að passa að bænin hennar færi ekki út í loftið. Hún átti að fara inn í hana svo því að Jesús væri inn í